Biblían hefur að geyma margar frásagnir af englum Guðs. Það sagt frá þeim í fyrstu bók Biblíunar, síðan koma þeir allmikið við sögu í öðrum hlutum hennar og að lokum láta þeir mikið að sig kveða í síðustu bók hennar. Allstaðar leika þeir stórt hlutverk í áformi Guðs mönnum til góðs. Hverjir eru englarnir? Eru þeir raunverulega verur, eins áþreifanlegir og við mennirnir? Og hvert hlutverk þeirra og starf í ríki Guðs? Þessum spurningu svarar Biblía skýrt og skilmerkilega. Hebreabréfið hefur að geyma þessa yfirlýsingu störf englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræðið eiga að erfa? Hugtakið engill kemur að gríska orðinu angelos sem þýðir sendiboði. Englarnir eru því sendiboðar Guðs, en við skulum alls ekki gera þau mistök að ætla að þeir séu bara eins konar sendisveinar í þeirri merkingu sem við leggjum í það hugtak. Englarnir eru augljóslega mjög voldugar verur, eins og sést að því að hermenn Rómverja, gráir fyrir járnum, sem settir voru til að gæta grafar Krists, til þess að enginn gæti stólið líkama hans, féllu sem dauðir væru þegar einn einasti engill birti skyndilega hjá þeim. Þennan atburð skrifar Matteus. Að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunnar, komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá var skyndilega landskjálfti mikill, því engill drottins sté niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Þar sem engillinn sat rólegur á steininum, var hann ekki hið minnsta hræddur við vopnaða varðmenn Rómverja. Heldur tók hann að uppörva konurnar og tilkynnti þeim að Jesús væri þegar risinn upp frá dauðum. Hugsið ykkur, einn óvopnaður engill verður til þess að velvopnaðir hermenn bráðna eins og smjör af skelfingu einni saman. Margir eru þeir einstaklingar sem í aldanna rás hafa sótt huggun og uppörvun í þetta fyrirheit drottins. Engin ógæfa hendi þig og engin plága nálgast tjald þitt, því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Af yfirlýsingu Biblíunar að dæma virðist sem að minnstakosti tvenns konar engla sé að finna í ríki Guðs. Þegar Adam og Eva voru rekin út úr aldingarðinum, Eden, lét drottinn engla gæta þess að þau kæmust ekki aftur þangað inn. Þessa engla kallaði hann kerúba. Þetta segir Móse. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Guð veitti Jesaja spámanni þau forréttindi að sjá inn í dýrð himinsins og þá sá hann allt öðruvísi engla. Hann lýsir þessu þannig: árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi, með 2 huldu þeir ásjónur sínar, með 2 huldu þeir fætur sína og með 2 flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu: heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Englar eru ekki andar þeirra sem eru látnir, eins og sumir telja. Það voru englarnir til áður en nokkur manneskja dó á jörðinni. Þetta kemur fram í frásögn af Adam og Evu, leikinn af voldugum englum út úr aldingarðinum eftir syndafall þeirra. Og Job segir frá gleðisöng englana þegar þeir urðu vitni að sköpun jarðarinnar. Drottinn ávarpaði Job með þessum orðum: Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina?
Á hvað var stólpum hennar hleypt niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Job kallar englana morgunstjörnur. Lúsifer, sem fyrir löngu síðan var forystu engillinn á himni, var kallaður hin árborna morgunstjarna. Það að segja, áður en hann féll í synd og gerði uppreisn gegn Guði. Ekki vitum við hve margir englar Guðs eru, en þeir hljóta vera mjög margir, jafnvel svo margir að vart verður tölu á komi. Lærisveinin Jóhannes fékk að sjá inn í himinin og mikinn fjölda engla umhverfis hásæti Guðs. Hann lýsir því sem að sá með þessum orðum. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringinn í kringum hásæti og verurnar fjórar og öldungana, og tala þeirra var 10.000 10.000 og 1.000 1000. Þeir sögðu hárri röddu, maklegt lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Ekki erfitt að reikna út þessa tölur og fá að minnstakosti 100 milljónir. En við skulum minnast þess að þetta voru aðeins þeir englar sem Jóhannes sá og voru umhverfis hásæti Guðs. Eflaust var á sama tíma fjöldi engla sem Jóhannes sá ekki og voru við störf annars staðar úti alheim Guðs. Daniel spámaður lýsir dómstarfi því sem á sér stað á himni, þar sem englar koma við sögu. Hann segir, ég horfði og horfði þar til stólar voru setti fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólinn undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, 1000 þúsunda þjónuðu honum og 10.000 10.000 stóðu frammi fyrir honum. Dómendurnir settust niður og bókunum var flett upp. Eins og englar Guðs koma við sögu í þeim himneska dómi sem haldinn verður yfir öllum mönnum, eins munu þeir hafa mikilvægu hlutverkið að gegna þegar drottinn Jesús kemur aftur til jarðar. Því að drottinn mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 8 himinn skauta á milli. Sálmaskáldið kallar englana voldugar hetjur og hersveitir drottins. Og þótt voldugar verur séu eru þær ekkert uppi við það hafnar að syngja Guði lof og dýrð. Sjáu þessa yfirlýsingu. Lofið drottin þér englar hans, þér voldugu hetjur, framkvæmið boð hans, þér heyrið hljóminn af orði hans. Lofið drottin allar hersveitir hans. Öll þekkjum við söguna fæðingu Jesú í Betlehem. Fyrst sáu hirðarnir aðeins einn engil sem tilkynnti þeim fæðingu Krists. En leið og hann lauk máli sínu gerðist þetta. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Hér var ekki á ferðinni aðeins einn engill, heldur margir, og ekki aðeins ein hersveit, heldur margar. Á tíma Rómaveldis, þegar Nýja testamentið var skrifað, var venjan að í hverri hersveit Rómverja væru 6.000 hermenn. Ef þessi fjöldi var viðmiðun Lúkasar, þegar hann skrifaði frásöguna fæðingu Jesú Krists, þá var englafjöldin á Betlehemsvöllum mörgu sinnum 6.000. Þeir hljóta hafa verið margir á meðal engla himinsins sem vildu fá að njóta þeirra forréttinda að skipa sess í sendinefnd englana sem sungu frelsaranum lofsöng yfir Betlehem forðum. Jesús var staddur í Getsemani garðinum þegar Júdas leiddi þjóna æðstaprestsins þangað til þess að handtaka hann. Pétur brást við með því að bregða sverði sínu og hjó til eins þeirra og skar af honum eyrað. Þá sagði Jesús við Pétur, slíðra sverðitt, allir sem sverði bregða
munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Miðað við venjulegan fjölda hermanna í hersveit á þeim tíma, eða 6.000 hermenn í hverri hersveit, sagðist Kristur geta kallað á hjálp mikils fjölda himneskra engla, fleiri en 72.000 talsins. Og það að sjálfsögðu var engan veginn hámarki. Einn einasti engill hefði dugað, enda minnust við þess hvernig fór fyrir hermannunum sem gættu grafar Krists skömmu síðar þegar þeir stóðu andspænis einum engli. Samkvæmt lýsingum Biblíunnar eru englarnir skínandi bjartar verur sem mikil ljósdýr stafar frá og birta stundum mönnum þannig. Fólk hefur vanist þeirri hugsun að englarnir séu vængjaðar verur, en oft að finna frásagnir í orði Guðs athafnir engla þar sem þeir birta sem venjulegi menn á meðal manna og þá að sjálfsögðu án vængja og án ljósdýrðar. Jafnvel drottinn Guð hefur opinberast mönnum án þess að þeir í fyrstu gerðu sér grein fyrir því hver hann væri. Við skulum skoða nokkuð dæmi þetta í Biblíunni, bæði hvað varðar engla og drottinn. 18. kafli 1. Mósebókar byrja með þessum orðum. Drottinn birtist Abraham í Mamrelundi hann sat í tjalddýrum sínum í miðdegis hitanum. Hann, það er að segja Abraham, hóf upp augu sín og litaðist og sjá 3 menn stóðu gagnvart honum. Hér þegar búið að staðfesta að einn hinna 3 gesta var drottinn. Þetta endurtekið margoft síðar í sama kafla, þegar einn hinna 3 manna sagður vera drottinn. Abraham var mjög gestrisinn maður og tók vel á móti þeim. Þegar við í frásögninni komum að 22. versi 2 mannanna sendir af drottni til Sódómu til þess að bjarga Lot og fleirum frá yfirvofandi eyðileggingu borgarinnar. En sjáum nú hvernig 19. kaflinn byrjar lýsinguna á heimsókn þessara manna til Sódómu. Englarnir 2 komu kveldi til Sódómu. Hérna eru mennirnir sagði vera englar og síðar í sama kafla eru þeir ýmiskallaðir englar eða menn. Að sjálfsögðu voru þetta himneskir englar, sérstakir sendirboðar drottins, en að þessu sinni birtust þeir sem menn án vængja og án ljósdýrðar. Ennfremur, Daniel spámaður lýsir englinum Gabriel sem manni í 9. kafla Danielsbókar. Það sem mér finnst persónulega vera mjög athyglisvert sú staðreynd að sonur Guðs í Biblíunni ýmist kallaður maður eða engill, bæði fyrir og eftir dvöl hans á meðal manna hér á jörðu. Þetta augljóst til dæmis að viðskiptum hans við Jósúa eftirmann Móse. Skömmu eftir að Jósúa tók við forystunni á meðal Ísraels manna og undirbjóð sig undir það verkefni að hertaka Jerikóborg, birtist drottinn honum. Þessu lýst með þessum orðum. Það bar til Jósúa var staddur hjá Jerikó að hann leit upp og sá hvar maður stóð gegnt honum með brugðið sverð í hendi. Jósúa gekk til hans og sagði við hann: hvort þú vormaður eða af óvinnum og vorum? Þegar gesturinn hafði kynnt sig sem fyrirliða fyrir hersveit drottins, féll Jósúa fram á ásjónu sína til jarðar eins og í tilbeiðslu. Þá sagði gesturinn við Jósúa: drag skó þína af fótu þér, því að það heilagur staður þú stendur á. Og Jósúa hlýddi umsvifalaust. Orðalag þessarar tilskipunar nákvæmlega hið sama og þegar Móse var sagt að draga af sér skóna við brennandi runnan forðum. En þá var það sérstaklega tekið fram að drottinn Guð væri þar á ferðinni. Eins og maðurinn sem heimsótti Abram í tjaldið hans reyndist vera drottinn, þá mun drottinn einnig hafa verið hér á ferðinni til að hjálpa Jósúa við töku Jerikóborgar. En í 2 síðast nefndu tilfellunum var drottinn sagður vera maður. Þá drottni Jesú Kristi líkt við höfuð engil við komu sína til jarðar þegar hann kemur aftur
eins og því lýst í fyrra bréfi Páls postula til Þessalónikumanna. Við skulum skoða það nánar. Því að það segir við yður, og það orð Drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þar sem hugtakið engil þýðir sendiboði, þá Jesús æðstur allra sendiboða Guðs. Sjálfur sagði Kristur margoft að hann væri sendur af Guði. Þetta kemur oft fram til dæmis í Guðspjalli Jóhannesar, í 3. kafla, 4., 5., 6. og 7. kafla. Sú staðreynd að hann sagður sendur af Guði rýrir á engan hátt guðdóm hans eða almætti. 5 sinnum í Biblíunni Mikael sagður vera höfuðengill. Margir biblíuskýrendur telja að einnig hér sé Drottinn Jesús Kristur á ferðinni. Í Opinberunarbókinni hann sagður hafa háð stríð á himni við Satan og varpað honum út þaðan. Og í Daníelsbók Mikael lýst sem verndar engli. Alla biblíuna það Kristus sem í forustu hlutverki í baráttunni gegn hinu illa. Það hann sem verndar fólk sitt og berst við Satan og hefur þegar unnið sigur á honum. Höfuðengillinn Mikael sem rak Satan út af himni, eins og Jóhannes lýsti þeim atburði, og sá Mikael höfuðengill sem átti í orðadeilu við djöfulinn líkama Móse, eins og við lesum það í Júdasarbréfi, og verndarengillinn Mikael sem að síðustu mun framganga fólki sínu til bjargar, samkvæmt orðu Daníels spámanns, og höfuðengillinn sem Páll postuli segir að muni reisa réttláta upp frá dauðum á morgni lífsins, engin annar en Drottinn Jesús Kristur. Það rétt að athuga í þessu samhengi að í 1. Mósebók, 16. kafla, hugtakið engill Drottins notað 4 sinnum sjálfan Drottinn. Þegar hann opinberaðist Hagar, ambátt Abrahams, þar segir hún engilinn sem birtist henni, og hún nefndi Drottinn sem við hana talaði, þú ert Guð sem sér. Svo virðist sem að minnstakosti einn engill sé sérstaklega tilnefndur af Guði til hjálpar hverjum einstaklingi hér á jörðu. Jafnvel hinni lítilmótlegustu njóta sérstakrar athygli himneskra engla. Kristur gaf okkur þessi varnaðarorð. Varist að forsmá nokkurn þessara smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum sjá jafnan auglit míns himneska föður. Það hlýtur að vera uppörvandi fyrir marga að vita af slíkri hjálp himmisins og fyrirgreiðslu sem felast í þessum orðum Krists. Postulasagan segir frá nokkrum afskiptum engla til góðs fyrir boðun fagnaðar erindisins. 5. kaflinn segir frá andstöðu æðstaprestins og annara leiðtoga gyðinga við slíka boðun og létu þeir handtaka postulana og varpa í fangelsi. En nóttina kom engil Drottins sem opnaði fangelsisdyrnar og leiddi þá út. Hann sagði síðan postulunum að halda áfram að prédika orð lífsins í helgidóminu. Englar koma allmikið við sögu í Daníelsbók. Í 7. kaflanum segir frá reynslu Daníels þegar öfundsjúkir embættismenn reyndu að koma honum fyrir kattanef með því að búa svo hnútana að honum yrði varpað í ljónagryfju. Þar sem þeir ætluðust til þess að hungruð ljónin myndu rífa hann í sig. Þegar Daníel hafði verið í ljónagryfjunni heila nótt, kom konungurinn vondaufur til ljónana til að ganga úr skugga örlög spámannsins. Konungurinn hrópaði niður í ljónagryfjuna: Daníel, þú þjónn hins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sá þú dýrkar án afláts, megnað að frelsa þig frá ljónunum. Glaður í bragði gat Daníel svarað konungi: Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana, svo þau gerðu mér ekkert mein. Englar Drottins undursamlega verur
sem óttalausir beita styrk sínum og valdi þeim til góðs, sem þeir eru sendir til hjálpar. Margar frásagnir eru til af fólki sem hafa notið góðs af afskiptum himneskra engla, oft til að bjarga lífi þess á úrslita stundu. Þegar fyrstu kristniboðarnir hófu starf á meðal frumstæðra þjóða, komu englar oft við sögu þeim til verndar á meðal óvinveittra og oft hættulegra manna. Eitt sinn gerðist það skömmu eftir að kristniboðshjón ein höfðu komið sér fyrir á einni Suðurhafseyjanna að innfæddir bjuggu sig til árásar á þau í skjóli nætur. Hjónin gerðu sér grein fyrir því að líf þeirra væri í hættu, en það eina sem þau gátu gert var að leita hjálpar hjá Guði og þess vegna krupu þau niður í bæn og fólu sig honum á vald. Þegar birti af næsta degi létti þeim mikið, enda virtist þeim sem ekkert hefðu borið til tíðinda nóttina. Nokkru síðar gerðist það að kristniboðinn náði tali af einum eyjaskeggja og tók til við að kynna fyrir honum fagnaðarerindi. Hann varð undrandi yfir því hve móttækilegu sá innfæddi reyndist vera. Enda kom það fljótlega í ljós í frásögn hins innfædda að eitthvað yfirnáttúrulegt hafði gerst nóttina forðum. Hann sagði að þegar þeir ætluðu að ráðast á hús kristniboðshjónanna, birtust allt í einu voldugar, lýsandi verur sem mynduðu hring umhverfis húsi og hafði hver þeirra spjót í hendi sér. Árásamennirnir hörfuðu og reyndu aftur síðar, en þá birtust þessar skínandi verur aftur þar sem þær stóðu umhverfis húsi. Óvinirnir sáu að ekkert þýddi að ráðast gegn fólki sem naut slíkrar verndar. Kristniboðarnir fengu að starfa óáreittir eftir þetta. En gerast slíkir hlutir á okkar tímum? Eru englarnir enn að störfum í dag? Það hlýtur að vera, enda eru þeir þjónustubundnir andar útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræðið eiga að erfa, svo að ég vitni í orð Drottins. Þetta þýðir það að allir sem á annað borð trúa á Drottinn Jesú Krist hljóta einnig að treysta loforðum hans og yfirlýsingum þar sem englar hans koma við sögu. Það er engin vafi á því að þeir leika stórt hlutverk í áformi hans mönnunum til hjálpræðis. Við getum ekki trúað á Jesú Krist og treyst honum í einu og öllu, en jafnframt hafnað öllu því sem hann hefur að segja englana. Sá sem játar kristna trú verður einnig að meðtaka boðskap Biblíunnar tilvist og störf englana. Það er eðlilegt að fólk spyrji í þessu samhengi af hverju svo margt illt gerist í lífi einstaklinga. Einnig hjá þeim trúa á Guð, ef hver og einn á sinn verndarengil. Af hverju koma englar Guðs ekki í veg fyrir það að fólk missi aleigu sína í bruna? Hvar eru englar Guðs þegar logið upp á saklaust fólk eða þegar morðingjar fara sínu fram óhindraðir? Af hverju hjálpa englar Guðs sumum en öðrum ekki? Að því virðist. Slíkum spurningum ekki auðsvarað. Þó vil ég benda á vissa staðreyndir sem augljósar eru í orði Guðs. Guð kom ekki í veg fyrir það að farið var mjög illa með marga spámenn hans á tíma Gamla testamentisins. Flestir lærisveina Jesú Krists voru teknir af lífi fyrir það að boða fagnaðarerindið frelsarann. Sjálfur þurfti sonur Guðs að líða krossdauða einn og yfirgefinn. Englar hans komu ekki í veg fyrir það hvernig menn fóru með foringja þeirra. Svo virðist sem við þurfum að búa við afleiðingar syndar í þessum heimi, þar til Kristur kemur aftur. Orð Guðs mjög afgerandi í yfirlýsingu sínu þess efnis að sá tími kemur þegar Guð mun binda endi á synd og afleiðingar hennar. Þar til sá dagur rennur upp verðum við að þreyja og treysta á að Guð veiti okkur styrk til að taka öllu sem að höndum ber. Guð gefur öllu þrek og kraft til að reynast honum trúföst þegar við leitum hans af öllu hjarta. Þau tilfelli þar sem englar koma augljóslega við sögu í lífi mannanna sýna áþreifanlega að Guð til
og hann sendir engla sína til að hafa afskipti af ýmsu hér á jörðinni. Að sjálfsögðu viljum við meira af slíku öllum til góðs. Frásögur Biblíunnar af englum Guðs og störfum þeirra virðast þjóna þeim tilgangi að sýna okkur hvað Guð getur gert og mun gera þegar hann hefst handa við að gera alla hluti nýja hér á jörðu innan skamms. Jú, englar eru enn að störfum manna á meðal, líka nú á tímum. Maður nokkuð var á ferð fótgangandi í snjóstormi á fámennum stað í Norður-Ameríku. Þarna var langt á milli staða og maðurinn var orðinn rammvilltur. Hann bjóst ekki við að geta haldið þetta út mikið lengur þegar á vegi hans var maður sem hann spurði til vegar. Jú, þessi þekkti vel til á þessu svæði og bauðst til þess að fara með honum rétta leið. Þeir gengu saman hlið við hlið langa leið og allt aðra leið en sá sem gestkomandi var hefði tekið. Loksins komu þeir á leiðarenda og gesturinn gat bankað á dyrnar. Þegar hann heyrði að fólk var innan dyra, sneri hann sér við til þess að þakka leiðsögumanni sínu fyrir hjálpina. En þá var hann horfinn. Gesturinn varð furðu lostinn. Hvernig gat leiðsögumaðurinn horfið svona gjörsamlega og sporlaust? Þegar að var gáð, sáust aðeins spor aðkomu mannsins í snjónum. Þau voru greinileg. Önnur spor sáust alls ekki. Þessi maður er sannfærður að hann hafi þarna notið hjálpar engils sem Guð hafi sendt honum til hjálpar. Það virðist vera að himneskar verur eins og til dæmis englar séu háðar allt öðru lögmálum en við mennirnir hvað ferðahraða snertir. Þetta kemur berlega í ljósi frásögn Biblíunnar engilinn Gabriel sem Guð sendi til Daníels sem svar við bæn spámannsins þegar hann átti í erfiðleikum með að skilja merkilegar vitranir sem Guð hafi gefið honum. Við lesum þetta í 9. kaflanum en þar segir Daníel sjálfur. Meðan ég enn var að tala í bæninni kom að mér maðurinn Gabriel sem ég hafði áður séð í sýninni, þá er ég hné í ómegin. Hann kom og talaði við mig og sagði, Daníel, nú er ég útgenginn til þess að veita þér glöggan skilning. Þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð og er ég hingað kominn til að kunngera þér það. Að hugsa sér þann hraða sem englarnir búa yfir. Daníel byrjar bæn sína sem stóð í fáeina mínútur. Hvert orð hennar er skráð í 9. kaflanum. En áður en að lýkur bæninni, áður en Daníel getur sagt amen, er engillinn Gabriel kominn alla leið frá hásæti Guðs með fyrirmæli hans að útskýra sýnirnar fyrir Daníel. Hvílíkur hraði. Í Hebreabréfinu er að finna þessa áminningu. Gleymið ekki gestrisninni, því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Englar Guðs eru vinir okkar. Samkvæmt frásögn Biblíunnar er gott að eiga slíka verndarengla að. Og hvert og eitt okkar á sinn eigin verndarengil. Á efsta degi munum við geta spurt þessa engla vini okkar eitt og annað sem gerðist hér á jörðinni.